Lektor í stjórnmálafræði telur að tengsl fjölskyldu Doritar Musayev forsetafrúar við aflandsfélag muni hafa áhrif á kosningabaráttu Ólafs Ragnars Grímssonar. Umræðan ein og sér nóg. Sigurður Ingi Jóhannsson varaformaður Framsóknarflokksins segir eðlilegt að framkvæmdastjórn Framsóknarflokksins ræði viðskipti framkvæmdastjóra flokksins með aflandsfélag. Í Kastljósi í kvöld var greint frá því að Helgi S. Guðmundsson, þáverandi formaður bankaráðs Seðlabankans, var skráður eigandi félags á Panama ásamt Finni Ingólfssyni, fyrrverandi seðlabankastjóra, árið 2007. Landsbankinn stofnaði félagið fyrir þá að því virðist til að lána fyrir kaupum og bréfum í bankanum sjálfum. Þá var fjallað aflandsfélög sem Hrólfur Ölvisson, framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins, tengdist, en hann stofnaði meðal annars aflandsfélag í því skyni að leyna fjárfestingum í dönsku fyrirtæki. Sigurður Ingi Jóhannsson, varaformaður Framsóknarflokksins, segir að Hrólfur hafi gert grein fyrir þessum viðskiptum sínum í fjölmiðlum fyrir nokkru og hann lítur svo á að allt sé upp á borðinu. Við ríkisstjórnin Framsóknarflokkurinn við teljum að það að eiga fé í skattaskjólum eða lágskattaríkjum með það fyrir markmiði að borga ekki skatta eða fela eignarhaldi eitthvað slíkt, það sé óeðlilegt og við þurfum að gera allt sem að í okkar valdi stendur til þess að uppræta slíkt og það eigi reyndar ekki við í þessu tilviki Hrólfs. Mun þetta vera rætt innan flokksins? Ja, eins og segi, það er eðlilegt að framkvæmdastjórn flokksins setjast niður með framkvæmdastjórunum og fari yfir þær upplýsingar sem þarna komið fram og eftir atvikum láti sannreyna það hvernig þær eru. Fjölskylda Doritar Musayev forsetafrúar átti aflandsfélag á bresku Jómfrúaeyjum samkvæmt gögnum sem fjölmiðlarnir Kjarninn og Greipvæn hafa undir höndum. Í orðsendingu frá forsetanum segir að hvorki hann né Dorrit viti neitt þetta félag og hafi ekki heyrt af því áður. En hafa þessar fregnir einhver áhrif á forsetan eða framboð hans? Sá sem í kosningahugleiðingum og tengist svo aflandsfélagi að það eru bara vond mál og ég held að þetta muni hafa áhrif á hans kosningabaráttu. Við töluðum það ágúst daginn að við líktum þessari aflandsfélaga umræðu við svona pólitíska riðuveiki og ég held að það sé alltaf slæmt hjá Bessastaðabóndanum líka að það komi upp riðuveiki þar, jafnvel þó hún sé óstaðfest. Bara umræðan, það eiginlega það sem að skiptir kannski mestu máli í þessu samhengi. Það óháð því hvort að hann sjálfur eða Dorrit hafi verið í einhverjum viðskiptum í aflandsfélögum, að þá það bara að vera tengdur þessu, það í rauninni nóg. Þannig að þetta mun verða honum mjög erfitt og eins og staðan í dag að þá hafa margir verið að gagnrýna það og svona talið það að hann hafi kannski farið einu skrefi og langt með því að hætta við. Og ýmsir sem á hliðarlínunni og hugsa sér til heims og jafnvel að koma inn og ég gæti vel trúað að þetta yrði til þess að menn eins og til dæmis Guðni TH ákveddu á endanum að taka slaginn frekar heldur en að hörfa. Vilhjálmur Þorsteinsson, fjárfestir og fyrrverandi gjaldkeri Samfylkingarinnar, átti félag á Tortóla frá árinu 2001 og fram að hruni. Vilhjálmur sagði sig í dag úr stjórn fjölmiðilsins Kjarnan sem hann á hluti vegna málsins. Vilhjálmur hafði áður þvertekið fyrir að eiga aflandsfélag í skattaskjóli. Hann ætti félag í EES-landinu Luxemburg sem væri full skattlagt. Samkvæmt gögnum Mossack Fonseca stofnaði Kaupþing í Luxemburg hins vegar félagið M-Trade á Tortólu í október 2001 og raunverulegur eigandi þess var félag Vilhjálms Mason Holding. Nafn Vilhjálms því ekki í Panama-skjölunum en nafn félags í hans eigu það hins vegar. Nánari umfjöllun þetta á ruv.is og þar má einnig horfa á Kastljósþáttinn í heild sinni.